Þetta tímamóta dagur hjá okkur. Já, gleði dagur. Hver breytingin? Herðu, bara hver ekki breytingin? Það er bara allt breytt. Við erum komin í miklu betra húsnæði, meira pláss fyrir alla og bara, já. Hvernig myndirðu svona lýsa þessu safni? Þetta er bara, já, þetta er svona safn, bara þetta er fyrir alla. Við erum með eitthvað fyrir alla og það er allir velkomnir. Við erum að færa okkur aðeins fram í nútímann og við erum komin með svona lítið, þegar maður slettir á ensku makerspace, sem er svona verkstæði hérna hjá okkur sem heitir Verið. Þess að við erum með þrívítaprentara og saumavélar og sirkutvél og ýmislegt skemmtilegt. Og hérna, þetta húsnæði býður okkur líka upp á að geta verið með fleiri viðburði sem að fólk hefur svolítið verið að kalla eftir. Og þannig, já. Þið aðeins dreifið ykkur húsið? Já, við erum mjög dreifð. Við erum hérna á fyrstu hæðinni, hérna inn í þessum aðalsal og svo erum við líka inn í Merkinesi og á efri hæðinni erum við með ungmennadeildina, barnadeildina og svo nokkra nátur sem er yngsta deildin. Svo kannski bara eitthvað meira til framtíðar, verður kvikmyndasalurinn, verður hann eitthvað tengdur bókasafninu? Já, félagsbíóið. Það verður tengt bókasafninu, en sá salur er bara ekki tilbúinn ennþá, en hann kemur. Þá verðum við með viðburði og ýmislegt skemmtilegt þar. Er safnið eitthvað öðruvísi flokkað í dag heldur en á gamla staðnum? Það er aðeins öðruvísi flokkað. Við tókum út allar spennusögur. Við vorum á gamla staðnum með svona norrænar glæpasögur í hillu sem að fólk sóttist mikið í. Þannig að nú ákváðum við að taka bara út allar spennusögur og þær eru allar hérna fyrir aftan þig. Þannig sér. En annars er þetta, já, svona nokkuð með sömu deildir í rauninni. Fólk þarf ekkert langa tíma til þess að læra á nýja safnið? Nei, alls ekki. Það er bara að koma hérna einu sinni og labba og svo bara spyrja og við erum að vinna í að bæta merkingar. Hvaða fólk er að nota bókasafn? Allir. Það eru bara allir að koma á bókasafni. Bara frá litlum leikskólakrökkum sem koma til okkur í sögustundir hérna 4 sinnum í viku og upp í nágranna okkar hérna á Nesvöllum. Og ég sá hérna einmitt fyrir yngstu börnin, þetta er svona hálfgert ævintýraland. Já, algjörlega og mikil breyting frá því á gamla staðnum. Þetta er alveg 5 eða 6 sinnum stærra rými sem þau fá og ég vona að þetta verði bara vel nýtt. Það er fullt að trúa því. Hvernig getur fólk nota bókasafnið? Öðru sér heldur en bara að koma og sækja sér bók í lestur? Koma og vera og njóta. Og bara koma og getur sest niður og spilað eða lesi bók eða koma og leyft krökkunum að leika sér hérna upp í barnadeild. Þú getur koma og saumað, hérna sem við erum með 2 saumavélar hérna á staðnum og svo lánum við líka út saumavélar. Þú getur komið og hérna panta tíma til þess að nota þrívítabrendarann og sirkutuvélin okkar. Það verða hérna lánþegatölvur, þær eru ekki alveg tilbúinir ennþá. Það kemur og svo mun koma hérna verðum með svona podcastrými, þannig að fólk getur pantað tíma og fengið aðgang og verið með sitt eigið podcast. Þannig að þetta er samfélagsmiðstöð? Þetta er samfélagsmiðstöð, bara félagsmiðstöð fyrir alla. Og hvernig eru þið mönnuð? Við erum alveg ágætlega mönnuð og við erum náttúrulega líka með útibúið í Stapasafni og við vinnum svolítið þvert á söfnin. Þannig að við erum alveg með nægan mannskap til að sinna þessu. Og hvernig verður opið? Það verður opið frá 9 til 18 á virkum dögum og svo 10 til 17 á laugardögum og sunnudögum. Þannig að nú verðum við opið á sunnudögum líka. Og svo er stefnan með haustmánuðinum að vera með svona kvöldopnun, einhver kvöld og þá er það svona ómönnuð opnun. Fólk sækir að fá aðgang. Og hvað, hægt að kaupa sér kaffi og kakó? Já, það er hægt að kaupa sér kaffi og kakó og fá sér heitt vatn í te og svo erum við með útisvæði líka hérna pall, þannig að þegar það er gott veður og þá er hægt að tylla sér hérna út fyrir líka. Þannig að það er bara alls konar í boði. Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem er fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is.